Komið sæl og velkomin í eitt og annað af leikurum. Já, í þessu þætti ætlum við hitta nokkra áhuga leikara sem eru að tala að áhugamennskan á Íslandi sé hreint út sagt galin. En við ætlum að komast að því hvað drífur fólk áfram, ekki það peningarnir, það hlýtur að vera áhuginn. Við ætlum að byrja á leikfélagi Húsavíkur, það eru Sigurður Helgi Illugason og Hrefna Jónsdóttir sem ætla að segja okkur frá því hvernig er að vera leikari í áhugaleikhúsi. Þegar maður kemur inn í svona félagskap sem er svona gamall og búinn að vera svona stóra hefð sko, maður ber gríðarlega virðingu fyrir þessu. Það var svona, mér var sagt að ef þú ætlar í leikfélagi þá verður allavega að mokka tröppurnar fyrsta árið. Hugsanlega máttu koma inn í húsið á öðru ári sko. Já, þetta er átt að vera karlmann. Mér var sagt að þetta fælist í skúringum. Svo var það, já, ok, já. En það skúraði ég býsna mikið fyrst, sko. Ég hef ekki skúrað mikið, en þó hef ég gert það. Já. Það er búið að vinna mikla og góða vinnu lengi hérna. Það er komið á það stig að, finnst mér, og ég hef nú ekki verið undanfarið dagsverk, en ég reikna með því að hafi ekki versnað allavega. En það er sko, þetta er svona, getur við sagt svona deildaskipt, það hefur hver deild. Það eru búningar, það er sviðsmynd og það er ljós og það er svona hitt og þetta. Og hver deild hefur bara sitt verk og sitt höfuð. Það er einhver sem ber ábyrgð á þessu. Þannig að þetta gengur bara mjög vel. Nei, þetta er gríðarleg saga og það ber allir virðingu fyrir þessu félagi hérna. Og það er alltaf, og bæjarfélagið allt, skilur við. Og það er ekki talað hvað leikfélagið ætlar að setja upp næsta ári, sko. Það er allir að spyrja. Hvað ætlar að gera í ár? Já, það er spurt. Það er ekki eitthvað skemmtilegt. Það var ekki að raula eitthvað, syngja eitthvað kannski. Já. Það má nú ekki vera mikið drama í gangi. Helst ekki, það er svona, og þó. Við hefum tekið drama sem hefur gengið alveg rosalega vel manni eftir. Já, svo hefur við líka tekið drama sem ekki neitt. Já, bara alveg floppaði, sko. Þessi áhuga leikmennska á Íslandi er hérna, hún er náttúrulega bara galin, sko. Við æfum bara eins og atvinnumenn og jafnvel meira, sko. Já. Við erum að setja upp sýningar á 6 vikum, sem að skandinavarnir eru kannski að setja upp á 6 mánuðum eða eitthvað. Þeir kom bara einu sinni í viku eða eitthvað. Það hér er æft alveg frá 6 á daginn til 11 á kvöldin, sko. Hver einasta stund sem maður gefst og það var reynt lengi vel að hafa sunnudagana fría, sko, en það hefur oft brugðist, sko, ef það er á frumsýni eftir viku, sko. Ég man eftir því að hafa verið á þarna, 68. Þá vorum við að æfa niður í, áður en við fórum að byrja að æfa hérna, þá voru bíó líka, þá vorum bundin að bíóðan hérna, niður í Fiskiðursanlagi. Og ég man eftir að hafa setið þar, sko, eiginlega hálfdottandi onni í handritið, hvíslara handritið, fram til klukkan 2. Nóttina? Já. Byrjaði klukkan 8. Þetta er því betur búið. En þetta er sem betur fer búið, já, og það er reynt að vera ekki fram yfir 11, er það ekki rétt? Já, það er sko, já, með aftur 10. Já. Hvað haldið að við eytt miklum tíma í þessu húsi? Já, Sko, þetta er rosaleg spurning. Ég veit ekki hvort ég vil vita. Það geti verið hérna, vatn á myllu þeirra sem maður finnst ég eyða of miklu tíma hérna. Hann er drjúgur, sko. Já, þetta er býsna mikið. Já, þetta er, sko, hvað segir við? Æfingartímabili 6 vikur, sýningartímabili 2 mánuðir. Þetta eru 4 mánuðir á ári, sko. Bang. En þetta er tíma vel varið, er það ekki? Mér finnst það, sko. Ég sé ekki eftir 1 klukkustund. Ég er 1 eða 2 reyndar svona minningar, svona mjög fastar. Það er þegar sko, maður heldur helst að þakið fari af húsinu vegna af hlátri, sko. Já, það var síldin, já. Það var síldin, já. Og það var þegar ég fór upp í Örykóina. Já. Þá brjálaðist allt saman. Og náttúrulega Þér henguðu upp á snæð, já. En þetta, já, þetta var síldarstúlkur í Bragga voru að fara að hátta og við vorum náttúrulega allar í nælon náttkjólum, sko, eins og þá var. Og
ég ætti að fara upp í efri koju og ég nú ekkert rosalega fín. Jú. En þetta var alveg sér útbúið fyrir mig. Þannig að ég fór bara, ég steig upp á neðri kojuna og það var búið að setja handfang fyrir mig. Þannig að þetta var og svo bara upp í og það brjálaðist allt. Og ég veit vel auðvitað var þetta þannig, ég mátti alls ekki, ég þurfti að snúa þannig að botninn sneri að áhorfendum þegar ég sveiflaði mér upp í. Já. Þeir voru alveg sammála það, hitt var ekkert fyndið ef ég færi hinsegin. Og seinast í vetur talaði ég við góðan vinn minn sem sá þetta á sínu tíma. Hann nú kominn vel yfir áttrætt núna og hann sagði, veistu það, ég brosi enn við þessa minningu. Það náttúrulega, ég sá síldin kemur og síldin fer það náttúrulega, kærleika, hún var frábær. Svo komísk. Já. Það var frábær sýning, enda gekk hún alveg rosalega. Ég veist að hafa aðra sýningar gengið betur sem það. Nei, við fórum suður í Hafnarfjörð. Það var svakalega mann. Og þegar í Indíánuleik, þegar Indíánur dregin út af. Já. Dauður. Já. Steig einhverja hárkollanars, það var nú Jón Ben sem var Indíáninn. Og hárkollan verður eftir á sviðinu og þá sést líkið tegja sér svona að grípa hárkollannar. Það er verið að tala þetta. Það eru ótal margar svona stundir sem. Þannig að það er ýmislegt sem maður hefur greitt á leikfélaginu sínu. Segðu? Já. Þetta er dásamlegt. Ég er búin að vera að hugsa það núna að vera svona fljúgi gegnum kollinu á mér. Hvað mér hefði fundist skemmtilegast. Og það er nú ekki gott að segja, en ég mundi allt í einu kom hlutverk sem að ég mundi nú ekkert eftir fram að þessu, Það var í Gísl, Meg. Og þarna fékk ég að syngja bara, allir ég hef ekki verið með. Allavega að barsófið í borginni. Já, þú verður að taka þetta fyrir okkur. Svo var, að meðan brustu í söng, bara þegar minnst varði og svo að dansa. Ingimundur kenndi okkur írskan ræl. Já, og við Fúsi dönsuðum írskan ræl, Já, ásamt náttúrulega öllum hinum. Þetta var alveg svakalega gaman. Ég var ekkert að fara í leikfélagi, Nei. Svo fæ ég stóra breiki, Þegar Maja Sig kemur og biður mig að leika í Gauksleirinu. Það var eiginlega þá sem að það var einhverju ástríðu hjá manni, Þannig að maður fór að glíma við geðveikan ungling sem var málhaltur og það var gríðarlega gaman, Þá var hann svo umkomulaus og einn í heiminum að ég bara klökknaði, mig langaði bara að fara að hlaupa og taka hann í fangið þennan aumingja dreng þarna. Þetta er alveg satt. Og það bendir til þess að hann hafi staðið sig vel. Og svona fljótlega upp úr því þá fer maður eiginlega bara, það er bara, hvað verður í leikfélaginu næst þá, ég ætla að vera með. Og fékk bara talsveit fín hlutverk, Gamli afinn í Sýtíkus Englar, hann var alveg hroðalega skemmtilegur, Blindi kallinn sem satt Já. Bolvaði alveg rosalega. Afinn, já. Ég veit leikhúsgesti sem átti ekki orðið yfir hvað hann verið orðljótur á barnasýningu. Já, uppspunni frá rótum, afmælis árið 2000. Já. Skrifa fyrir okkur, þeir Sævar og Toggi og Ármann skrifuðu fyrir okkur leikrit. Og þeir eru náttúrulega hérna, allavega Toggi og Ármann. Og þeir gerðu að leik sínum að gera þetta svolítið erfitt fyrir þá sem voru í kring, sérstaklega sminkurnar. Ég lék til dæmis mann sem var ungur, miðaldra og eldgamall, þann maðurinn sem sagt. Þetta á þessum aldursbili, Ég fór niður stiga hérna á sviðinu. Eftir 1 mínútu þurfti ég að koma sem gamall maður út á klósti, hinum megin á sviðinu. Og þetta gerðu þeir bara til þess að sminkurnar réðu þetta, Það réðu þetta. Kynnist maður fólki samt ekki kannski aðeins öðruvísi, einhverju annarri hlið af fólki þegar maður er í leikfélaginu? Alveg, absolutt held ég.
Já. Ég held það. Menn verða svona... Því þegar þú ert Sérstaklega komin vel. hér til Já. þess að taka þátt í svona vinnu, þá verður það aðalatriðið. Já, Og þetta þar af opnaði leiðandi- svolítið, sko. Jafnvel, fyrir öðrum, sko. Sérstaklega í grunnvinnunni, sko. Hérna næst ætlum við að kíkja á Freyvangs leikhúsið. Það að vera á sviði getur dregið það besta fram í fólki. Hann Hjálmar Arinbjarnarson er gott dæmi um þetta. Hann er dálítið hlédrægur í daglegu lífi en hann blómstrar heldur betur á sviðinu. Röð og regla, vinátt og samhjálp, ekki satt? Röð og regla, ég get tekið undir það. En Guð hjálpar þeim sem að hjálpa sér sjálfir. Auðvitað skemmtilegast að fá að leika, svona fyrir mína parta, en ég auðvitað hef verið í mörg öðru. Þetta er allt mjög gefandi og gaman. Leikarar eru svolítið svona opnir og tilfinningaríkir og ertu líka svoleiðis í daglegu lífi? Það fyrir ekki að minna fyrir því. En ég spring út þegar ég kemur upp á svið, það er ekki vandamál. En ég svona held mig til hlés yfirleitt þegar ég er ekki upp á sviði. Já, heyrði einhverja sögu af því að vinnufélagarnir hefðu mætt á sýningu bara til þess að fá að sjá þau tala. Já, það er víst. Ég veit ekki hvort það er satt, en ég heyrði þessa sögu líka. Finnst þér að auðveldara þegar að þú ert einhvern veginn á sviði að opna þig? Já, miklu auðveldara. Þá get ég falið mig á bak við karakterinn sem ég er að leika. Það er mjög gaman. Færðu svona einhverja útrás? Já, alveg, helling. Mér finnst mjög gaman að leika Hall, skósala í Þrekk og tár. Og Haki í Vínlandi, hann var mjög skemmtilegu líka. Og Helgi í Hall og Akureyri, hann reyndi mikið á en hann var mjög skemmtilegur. Var hann eitthvað líkur þér? Já, ekki frá því. Ég átti mjög vel með að setja mig í hann. Ég man eftir einu atriði þar sem ég gleymdi texta. Það var erfitt, en reddaðist samt. Svo einu sinni var ég rekinn á svið aðeins og snemma, en það reddaðist líka. Hvað gerðir þú þá? Þá bara reyndi ég að halda mig í karakter og vera ekki fyrir, en var samt fyrir. Hvað er svona allra skemmtilegast við að vera hérna? Bara félagsskapur myndi ég segja. Og allir að leggjast á eitt og allir að vinna sama markmiði. Setja upp gott leikrit. Maður þarf að vera tilbúin til þess að fórna tíma. Og ég svo sem ég tala fyrir mig, ég hef ekkert annað að gera við tíman en að vera hérna. Oftast ekki alltaf. Þið finnst þetta semst vera tímavelvarið allavega? Já, ekki spurning. Ekki spurning. Sumir hafa áhuga á leiksýningum, aðrir hafa áhuga á auglýsingum. Þannig að fyrir ykkur áhugafólk um auglýsingar, það er komið ykkur næst. Áfram höldum við að kynnast áhuga leikurum. Það er komið að leikfélagi Hörgdæla. Það er Sesselja Ingólfsdóttir og Þórður Steindórsson. Við skulum ekki vera að flækja þetta, Silla og Doddi, það er komið að ykkur. Það er draumur að vera með hlátra og dansa fram á nótt og finna hver ljúft þeir láta, þá líður stundin fljótt. Það má segja að við höfum alist upp saman, vorum svona í nágrenni hvort við annað, alla tíð. Gengum allan okkur barnaskólaaldur saman í, Munið eftir að hafa farið á einhverja leiksýningar þegar þið voruð krakkar? Já. Já, það var eitthvað. Káti ekkjumaðurinn var það ekki. Já, ég Manstu svo sem hvað hann nú ár ekki. það var? Nei, ég. Ég man hann Guðmundur Steindórs leikið. Já, það var.
Já, og eitthvað fleira, allt með hraði og eitthvað svona sem var bara 50 eitthvað. Það var bara ákveðið að reyna að hafa leiksýningu og þá var farið að leita einhverjum leikurum. En svo fóru nú að hefja sko sýningar með leikritum í fullir lengd, hann að 71. Já, 71. Og voru sýnt hana með annað hvert ár. Þá það húrrakrakki, sko. Við vorum sýslumannshjón til dæmis þarna í húrrakrakka. Já, og svo koma þarna Getraun og Gróði og hverju fleiri þarna. Nei, ég man ekki raunin á þessu. Það er ekki máli. Þetta voru bara svona, já, yfirleitt erlend leikrits, gaman leikrits sem voru þýdd og fólk nefnilega... Miklir farsar. Já, hefði meira gaman af að horfa á einhvað sem að vera svakalega læti. Hægt að hlæja heldur en svona einhverju alvarlegu stykkjum. Hurðarskellir og læti. Já. Framhjáhald og misskilningur. Þetta gekk mest út á það, þessi leikrit. 1980 þá sýndum við Pilt og stúlku. Já. Það var nú ekki farsi? Nei, það var nú svona fyrsta íslenska. Og það vorum við nú ekki hjón. Nei. Ég var Gróa á leiti og hann var Þorsteinn Magnússon. Hann var alveg hrikalegur, gerður ægilega feitur og slefið náði bara niður á tær þegar hann var svo gráður í mat. Hann fór bara fróðufella þegar var að tala um mat. Nei, ég komst upp á lagað drekka appelsín á þannig að ég fór inn í þessin og þá fékk ég nóg munnvatn. Gat hann framleitt þetta alveg reynd? Það þótti víst mörgum nógum. Já, fólki sneri sér undan bara. Já, ég lék þessa kellingu sem var svona undirförul og ömmuleg og bar sögur á milli bæja og sagði svo alltaf, hafið það ekki eftir mér, elskan mín. Halli minn hinn fullkomni eiginmaður. Rikka! Mér svo gaman að láta ráða. Vertu bara að hlusta á mig, Haraldur. Ég kann ekki stjórna. Það allt í lagi, ég kann bara stjórna. Ég held ég sé búin að vera í 21 leikriti held ég og svo 4-5 revíum. Já, þú varst með í þessu fræga með Fullri reisn. Fullri reisn, já. Hvernig upplifir nú það? Það var nú aldeilis. Já, það var nú dálítið sérstakt. Það var náttúrulega Jón Gunnar Þórðarsson var leikstjóri hérna hjá okkur og honum fékk þá hugmynd svona til þess að auglýsa leikrit til að fá okkur kallaleikkarana til þess að sitja fyrir naktir. Í náttúrinni. Já, svona við sveitarstörfu eða eitthvað annað slíkt og setja þetta dagatal til að selja. Og svo komst þessar myndir inn á netið og svo náttúrulega fyrirsagnir í blöðunum að beressaðar í bændur úr Hörgárdal stíga á svið. Þetta trekkti allt saman. Já, það var að ég sko hann Ragnar T.H. Sigurðsson ljósmyndari var nú tengdafaðir Jóns Gunnarsson þegar þetta var og hann fékk hann til þess að mynda okkur. Og hvernig tilfinning var þetta? Var þetta skemmtilegt eða var þetta bara óþægilegt? Það var svo sem ekkert þægilegt að vera. En það náttúrulega sást ekki í allra heilagasta okkar sem þetta nú verið taldar klámmyndir. Jæja, hópnús! Já, hópnús! Nítjóni lærið þetta að vera rútur. Þetta var alveg þrælgott leikrit og þetta gekk ekkert út á þessa nekt eða neitt svoleiðis. Nei. Þetta var bara mjög skemmtilegt. Það var það. Og það héldu allir að þetta væri svona mikið eitthvað svona, sko, að menn væru berir og... En það var nú alveg sáralítið í sjálfu leikritinu. Við ætlum ekki frumsýta þetta einhvern veginn í byrjun mars og það var... Ég hef 30 sýningar fram í maí þangað til að var komin sauðburður og... Þetta var náttúrulega algjört met í sýningafjölda. Bændur náttúrulega voru í þessu og þeir eru byggja tíma til að... Ég er búin að vera gift 8 sinnum.
svolítið hart að hætta fyrir fullu húsi. Þannig að þetta var tekið aftur upp haustið en þurfti nú reyndar að breyta fáina leikara þannig í svona minni hlutverkum. Það var bara uppselt, langt fram í tíman. Þetta hafði eiginlega aldrei gerst áður. Nei. Það var komið kvenfélag á Suðurlandi og jafnvel á Austurlandi líka og bara... Heilu rúturnar bara. Já, það var... Þannig að það skotnar í þessum bændum þannig að það er náttúrulega nú allavega vaxnir. Við fórum með þetta í Iðnó. Ég man alltaf eftir því þegar við komum þannig inn í Iðnó þannig þá voru nú starfsstúlkurnar ekkert hrifnar á svipinn að sjá þetta landsbyggðarlíð koma þannig inn og vildu nú lítið fyrir okkur gera. Og svo hérna eftir fyrra kvöldið þá komu þeir svona voðalega káta til okkur og þökku okkur fyrir hvað þetta verið skemmtilegt. Það hefur bara sjaldan verið annaðins stemming í húsinu eins og þarna. Og góð sala. Já, sels og vel. Á léttininu og svona. Já. Svo gerum við hratt. Þú ert ráðinn! En þú ætlar ekki að segja söguna úr bör? Þegar ég skaut mig. Já. Það verður nú eiginlega að koma. Þú er ekki það. Já, í Örfi, hann var nú alltaf að gera í hverjum viðskiptum og eitt skipti þegar hann var búinn að spila alveg rassinum buxunum í fjármálunum, þá ætlaði hann að skjóta sig og það var fengin lánuð startbyssa sem hjá UMC sem var notuð til þess að starta hlaupur upp á stað, svona kvelletubyssa og hann svona líkti skambyssu sko og svo hann ætlar að fara að skjóta sig og hann setur byssuna svona gagnauð og á ég að drepa mig eða á ég að drepa mig ekki og svo einhvern veginn hef ég eitthvað aðeins komið við gikkið því það hleypur þessi ógulegur djöfisins kvellurmaður og eldklæðingarnar og Hafðu þá ekki einhverju prakkar að setja? Jó, þá settu kvellett í byssuna. Meðleikararnir mínir voru bara og ég sé mest eftir því að hafa ekki bara, ég náttúrulega bara stóð stjarfur að þeir láta þeim ekki bara detta þannig svo þeir fengið svolítið samviskubit. Það var bara skelfing þangað til hann fór að róta sér aftur og þá brjálaðist alltaf hlátri. Ég ég margir sem segist alltaf munna þetta. Hálfgert brunasár á gagnu. Svona? Já, það mátti og glóðar eitthvað. Hann var í marga viku með marblett. Þær máttu alveg makhámi meiki til þess að það sæjist. Þurfti að sminka hann svo vel alltaf augað til þess að hann var með glóðarauga þarna. Hérna að lokum ætlum við að líta á leikfélag Dalvíkur. Þar hann Kristján Guðmundsson, hann hefur verið leikari langt skeið hjá þeim þrátt fyrir ungan aldur. Ég var 15 ára gamall í grunnskóla og það vantaði einhvern til þess að keyra ljósin á einni sýningu. Og þá var einn kennari í skólanum, Arnar Símonarson, sem fekk mig til að koma og vinna með leikfélaginu. Og síðan þá hefur bara verið hérna í 15 ár. Þetta er bara svo gaman. Það oftast er bara ógeðslega gaman að vera innan fólk. Þetta er náttúrulega bara félagsskapur, áhugamannaleikfélög. Þannig að hitta mikið af vinum og þetta leika fyrir fullansala fólki. Það er eitthvað við þetta bara, þetta er bara baktería. Ég tók þátt í einni sýningu, ekki sem leikari, en ég stalst upp á svið. Þá var ég mjög ungur og var að keyra hljóð minni mig, frekar en ljós. Og það var svona bardagasenna og allir með sverð og rosa flottir og hjálma og eitthvað svona alls konar drasl. Og þá stalst ég baksviðs, setti á mig einhvern svona hjálm og vantaði svo sverð þannig ég náði í herðatri og svo fór ég bara inn á svið og þetta var allt í svona slow motion og var flott.
þetta var múkslega gaman, það var margir mjög reiðir eftir þetta sko. Af því að þetta var svona flottasta atriði í sýningunni og leikstjórinn var í salnum. Þannig að ég var ekki vinsæll akkurat þá. Það var fyrsta sinn sem ég fór bara svið sko. Það vantaði svona eitthvað jólastykki í kringu jól og ég og Aron Birkir Óskarsson, vinur minn, sömdum bara leikrit sem heitir Ropp upp í jól, klukkutíma langt og sömdum nokkur lög inn í það líka. Fundum svo leikara sem okkur langaði svona að hafa með og bara létum vaða á þetta. Sýndum 4 daga milli jól og nýjárs fyrir fullu húsi. Þetta bara einhvern veginn kom út úr okkur. Það var bara, við höfðum ekki undan að pikka á tölvuna sko. Það var eiginlega svolítið þannig. Í fullkomnu brúðkaupi. Það var fullt á alla sýningar og við þurftum að hætta sko af því að sumir gátu bara ekki verið lengur í þessu. En við höfum getað sýnt miklu fleiri. Æfingatímabilið var náttúrulega skemmtilegt bara frá upphafi til enda. Það var hlegið eiginlega bara frá því að fólk kom í salinn. Þetta var bara eitthvað annað að taka þátt í því sko. Ég náttúrulega lék í G-streng sko. Þá leikritið byrjaði þannig að við erum í rúmi og ég svaf hjá konu sem ekki kona mín sem ég að fara að giftast. Og svona sný mig við í rúmunu og að klæða mig í mína brók sem ég held að sé mín brók en greinilega brókin hennar. Og svo stend ég upp sko, þetta gerist á æfingu. Þetta má örugglega ekki fara í sjónvarp sko. En svo stend ég upp og á svona að vera fram í sal og fólkið náttúrulega sér alveg hvað í gangi sko. Og það var oft mikið mál að koma drastlinu á mér sko inn í G-strenginn. Þetta ekkert hannað fyrir karlmenn sko. Og svo stóð ég bara upp og þá sá ég að leikstjórinn sprakk úr hlátri sko. Þá hafði önnur kúlan dottið svona út úr strengnum sko. Og þetta, ég þurfti að passa þetta mjög mikið að það myndi ekki gerast á sýningu sko. Þótt að sé kannski alveg fyndið en þetta er svona frekar vandræðalegt þegar kemur eitthvað dót sem má ekki vera sko. Að vera saman í hóp og hlæja heila kvöldstund, oft í viku, þá líður bara miklu betur sko. Það er ekki vísindi þar á bakvið. Já, það hefur sannlega verið áhugavert að heyra í öllum þessum áhuga leikurum og af hverju þau leggja á sig alla þessa vinnu fyrir þessi litlu laun. Já, sem eru kannski ekkert svo lítil. Þetta eru jú mikil laun en bara mismunandi. Við þökkum fyrir að sinni. Í næsta þætti ætlum við að kíkja bak við tjöldin í leikhúsinu.